Praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. God
Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath praise the Lord, oh praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord, oh praise the Lord. Svona, heyrið í mér. Heyrðu magnað. Andvari, er það ekki? Ef ekki að gefa þeim gott klapp. Yndislegt, dásamleg lofgjörð. Innilega velkomin á Kotmót. Ég heilsa ykkur í Jesú nafni og býð ykkur velkomin á Kotmót 2026. Þetta mót sem við höldum núna númer 76. Hugsið ykkur. Fyrsta móti var haldið 1949 og tvisvarsinnum þurftum við að fella niður Kotmót vegna COVID. En þetta mót númer 76. Og í ár þá erum við að halda upp á mörg afmæli. Það eru 105 ár síðan að kirkjan byrjaði að koma saman í Vestmannaeyjum. Hvítasunnu fólk fór að safna saman í Vestmannaeyjum og svo 5 árum seinna að þá kirkjan stofnuð þar, söfnuðurinn, Hvítasunnu söfnuðurinn í Vestmannaeyjum, heldur upp á 100 ára afmæli núna í september, fagnar á þessu ári. Þannig að allir að drífa sig til Eyja. Líka í ár Fíladelfía, Hvítasunnu kirkjan Fíladelfía, að halda upp á 90 ára afmæli og Hvítasunnu kirkjan á Akureyri 90 ára líka. Og áfram getum við talað stór afmæli, örkin sem við erum að koma saman í hér núna. Það eru 30 ár síðan að hafist var handa við þessa byggingu, hugsið ykkur. Þannig að örkin á 30 ára afmæli í ár. Það má klappa fyrir því líka. En það var einmitt fyrir 30 árum síðan sem að 1996 sem að hafist var handa við að taka niður Tívolí í Hveragerði og flytja það hingað í Fljótshlíðina og 15. maí var byrjað að byggja hérna upp. Á sunnudaginn næsta, á sálmasamkomunni, þá ætlar hann Hafliði Kristinsson að gera þessu betri skil og segja svolítið frá þessari uppbyggingu. Þannig að endilega komið á sálmasamkomuna, maður langar að hvetja líka sérstaklega alla sem hafa með einhverjum hætti tekið þátt í að byggja hérna upp. Og það eru ekki fáir. Ég held að við getum talið í 1000 þá aðila
sem að hafa komið hér að, margir hópar ellendis frá komið og rosalega margir hérna á Íslandi. Bæði fólk sem að hefur gefið af fjármunum sínum, hæfileikum sínum, tíma og ég tala nú ekki alla bænirnar. Þannig ég veit að það eru rosalega margir sem að koma saman á Kotmóti sem hafa líka lagt höndaplóg hér við að byggja hérna upp. Og ekki erum við búin, við ætlum að halda áfram og við sjáum góða breytingar ár frá ári. Og það eru skjáir hérna frammi. Það eitt skjár hérna við hliðina á upplýsingaborðinu, annar uppi á efri hæðinni, þar sem eru að rúlla myndir sem svona segja söguna í myndum. Þannig að endilega skoðið það líka. Þema mótsins í ár mótun. Í fyrra var þema Guð getur og þau á barnamóti hafa látið útbúa bóli sem stendur á Guð getur. Þið munið eftir þeim í fyrra það ekki. Guð getur og hann getur enn. Og núna stendur aftan á bólunum mótað mig. Og þau eru með kennslur út frá versi í Efesusbréfinu 2:10. Þar segir við erum smíð Guðs sköpuð í Kristi Jesú til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau. Já, það eru þessi góðu verk sem hann hefur fyrirbúið. Því það nefnilega Drottinn sem hefur fyrirbúið fyrir okkur, hann hefur áætlun með líf okkar, hvers og eins. Og þessi áætlun sem hann hefur fyrir okkur, hún sannarlega til heilla og hamingju, hann hefur fyrir okkur vonarika framtíð. Og mér langar að lesa fyrir okkur úr Jesaja, bók 64:7, og þar segir, en nú Drottinn, þú ert faðir vor, við erum leirinn, og þú ert sá sem myndar oss og handarverk þín erum við allir. Hann leirkyrasmiðurinn og við erum leirinn sem að hann vill fá að móta. Og á þessu móti, þá eru margir sem ætla að tala og við fáum kennslur og predikanir. Allir sem að koma að hafa undirbúið sig vel, hafa leitað heilagsanda, leitað leiðsagnar og tökum við því að það orð Guð sem við fáum að heyra. Undirbúum hjört okkar, undirbúum hug okkar og fyrir náð Guðs þá fáum við að vera eins og leir sem að Guð fara að móta. Tökum til okkar allt það sem við fáum að heyra bæði í lofgjörðinni og í tali og þetta yndislega samfélag sem við fáum að eiga hérna saman hér inni í örkinni, í skálanum, á tjaldstæðinu. Þetta ekki frábært? Þið ekki glöð með þetta? Það ekki? Já, þetta alveg magnað. Mér langar að við biðjum saman, biðjum fyrir því að við fáum að eiga dásamlegan tíma í það saman. Og mér langar líka að segja við ykkur sem eru heima að fylgjast með, innilega velkomin á Kotmót. Það komast ekki allir hingað en þá njótum við góðs af því að geta sendt út og bara velkomin með okkur líka þeir sem það hlusta bæði í útvarpi og geta fylgst með í mynd líka. Drottinn minn, takk fyrir að þú ert hér með okkur. Þakka fyrir við fáum að leggja allt í þínar hendur, fáum að koma það saman á svo magnaða stað, yndislega stað. Og ég þakka fyrir að Drottinn að þú hefur talað, þakka fyrir alla þá sem að hafa hlustað og hafa stíð út á vatnið. Já, í trú farið að stað. Takk fyrir alla sem hafa farið á undan hérna og takk fyrir að þú hefur leitt, þú hefur leiðbeint, þú hefur gefið visku og þú hefur gefið ráð. Og Drottinn minn, ég blessa allt það sem að framfer hér í Kotinu þessa daga framundan. Við biðjum þig Drottinn að vernda og varðveita alla sem á ferðinni, hér á milli svæða, viltu bæja frá hættum og slysum, viltu gefa okkur yndislegan tíma hérna saman, viltu gefa smörningu þína yfir lofgjörðina og yfir allar kennslurnar og allt það sem við fáum að heyra. Og ég biði Drottinn líka blessun þína yfir samfélagið. Ég biði Drottinn að allir sem hinga koma megi finna nærveru þína, elsku þína og kærleika, mitt í öllu saman og lækningu og lausn og sigur inn í sérhverjar aðstæður í Jesú nafni. Amen. Amen. Og með þessum orðum að þá segjum við Kotmót 2026 sett.
Þá ætla ég að gefa orðið kvótmótstjóranum okkar í ár, henni Katrínu Ingu Hólmsteinsdóttur. Gjörðu svo vel, Katrín. Og gefum henni líka gott klapp. Já, hæ, gaman að sjá ykkur. Mörg mætt. Já, kvótmót, ótrúlega gaman. Ég fengi að njóta þeirra forréttinda að vera hérna síðan 2010. Ég reyndar kom aðeins í dagsferð 2009 og ég fengi að koma og ég hef alltaf komið vikuna fyrir og hjálpa til og tekið þátt af því að mér þykir ótrúlega vænt þennan stað. Ég fengi að koma hérna og taka þátt í úlingamótum og bara alfahelgum, við hefum verið með TC-mót og alls konar og það hefur verið ótrúlega gaman. Þetta er ótrúlega dýrmætur staður. En já, Örkin er 30 ára og ég er að koma með tilkynningur eftir hérna, við ætlum að tala fyrir fórn, við ætlum að taka samskot. Hafið séð breytinguna hérna hinum megin, hvað er búið að vera gaman. Ég man þegar að hugmyndir var tilkynnt og sagt frá, matstaðnum hérna á efri hæðinni og hvað var ótrúlega gaman að fá að sjá að þetta er bara orðið að veruleika. Og það er búið að kosta ýmislegt, mikið af vinnu og líka mikið af fjármunum. Og þið hafið tekið þátt í því. Þið hafið lagt fjármuni ykkar í það, uppbygginguna á þessum stað. Og við Jóhanna, þegar við hugsaðum 30 ár, þá ætlum við að vera ótrúlega djarfar og segjum, já, við söfnum bara 30 milljónum. Markmiðið í fyrra voru 10 milljónir og það náðist. Og við tókum fund og það var ákveðið að stefna á 15 milljónir í ár. En við ætlum samt að hafa trú fyrir 30 milljónum við Jóhanna. Við ætlum að trúa því að það náist. Amen. Það er bara frá áramótum höfum við þurft að gera hluti sem eru kannski ekkert eins sjáanlegir og kvisturinn og allt sem er búið að vera að gera hér, en það er brunavarnakerfið og við hefum ekki getað haldið þetta kvótmót nema það væri í lagi. Þannig að það eru búið að fara 10 milljónir í það, bara eitt og sér. Og núna stöndum við frammi fyrir því að við þurfum að taka skálan aðeins í gegn. Það þarf að laga baðherbyggin, stækka aðeins við húsnæðið og gera breytingar og þetta skiptir máli. Við viljum hafa stað, hvað eru margir sem hafa komið á mót í skálanum og notið þess að vera í miðrýminu og lofa Guð og átt yndislega stund og bara samfélag. Við viljum halda því áfram og þar eru bara hluti sem við þurfum að laga og þurfum að breyta til þess að geta haldið því áfram. Þannig að við ætlum að safna vel í ár fyrir því. Og mér langar aðeins að koma með smá nefnilega vitnisburð af því að ég fór í hlaðgerðarkot 2010. Þá útskrifaðist ég reyndar útskrifaðist ekki. Ég fekk ekki útskrift fyrir nokkrum árum seinna þegar ég fór að vinna þar. En ég kom úr hlaðgerðarkoti og ég fekk að njóta þeirra forréttinda að fara í biblíuskóla sem var upp í Völvufelli, Breiðholti. Og þar lærði ég svo ótrúlega mikið og ég svo ótrúlega þakklátt fyrir þennan tíma sem ég fekk og eitt af því sem ég lærði mjög snemma, sem ég ótrúlega þakklátt fyrir, það er að gefa. Ég lærði að gefa 10 og ég hef alltaf gert það og það hefur blessað líf mitt svo ótrúlega mikið. Og ég er ekkert bara að gefa til þess að fá blessun, heldur er ég að gera því að það er eitthvað sem Guð lagði á hjarta mitt að gera. Og það hefur leyst mig undan svo ótrúlega miklu. Og þegar ég var búið með annað árum mitt í biblíuskólanum, þá fannst mér Guð kalla mig út. Ég fór 1 ár erlendis, fór til Hollands í biblíuskóla og ég átti engan pening. Ég var bara að borga skuldir frá fyrra lífverðni og bara, átti ekki neitt. En Guð kallaði mig og ég ákvað að svara kallinu og fara. Og ég átti 10 evrur í vasanum mínum á einni samkomu sem var í upphafi skólaárs. Ég vissi ekkert hvernig ég ætlaði að borga skólagjöldin eða hvernig ég ætlaði að fljúga heim eða neitt. En Guð sagði við mig þegar að baukurinn var að ganga, settu 10 evrurnar í. Ég átti ekki peningin á bankabókinu minna en neitt. Hann sagði, settu 10 evrurnar í. Og ég hugsaði með mér, nei, ég get náttúrulega keypt mér 2 máltíðir fyrir þetta. Og var svona aðeins að hugsa þetta og rökraði og var ekki alveg til í þetta. Þetta var eini peningurinn sem ég átti. Og hann segir aftur, settu 10 evrurnar ofan í.
og hjarta byrjar dum, einhver sem kannast við það byrjar að banka. Svo nálgaðist Baukur og ég hugsaði, jú, ég ætla bara að gera það. Ég bara seti þetta, ég þarf ekki þessar 2 máltíðir. Og svo bara nokkrum dögum seinna þá hringt í mig og sagt við mig að það voru hjón sem vildu gefa mér 180.000 að því að vildu bara styrkja mig, biblíuskóla. Og ég bara, wow, ok. Og nokkrum dögum seinna fékk ég annan 500 skall, í kringum 500 skallin á reikningi minn. Þannig að þarna átti ég næstu 700.000 krónur. Og ég gæti gett mér flug heim, ég gæti borga skólan minn, ég gæti farið heim jólin fram og tilbaka og ég gæti blessað annan nemanda líka. Og þetta var bara svo ótrúlega blessun og þetta kenndi mér svo mikið að treysta Guði. Þetta snýst ekkit endilega upphæðina, þó við sem með stórt markmið og við viljum endilega gefið, en þá snýst þetta það sem að Guð leggur ykkur á hjarta. Og mér langar að leggja það inn bara fyrir ykkur, hringir síminn, leggja það inn hjá ykkur að leitið Guðs, þetta okkar staður, við viljum koma og njóta góðs að vera á kotmóti, senda krakkana í vinabúðir, úlingamót og annað. Gerum þetta saman, en byggjum Guð fyrst og fremst og leifið Guði að blessa ykkur svo margfalt. Það vers í Malaki 3:10, þar sem stendur, færið 10 alla í forðabúðir, svo að matföng séu til í húsi mínu. Reynið mig með þessu, segir Drottinn hersveitanna, og sjáið hvort ég lík ekki upp flóðgátt himins og helli yfir ykkur óþrjótandi blessun. Og ég hef svo sannarlega fengið að reyna það svo mörgum sinnum. Þannig að mér langar að bara á meðan að aukarnir eru að ganga og það koma reikningsupplýsingarinn upp, þá langar mér rétt að segja bara frá svona praktískum hlutum og bara Drottinn blessi ykkur fyrir það sem þið gefið og þið hafið alla helgina til þess að eiga þetta samtal við Guð. Mér langar að segja frá upplýsingaborðinu hérna aftast, hérna frammi, að hérna ef það er einhverjar spurningar eða eitthvað sem vaknar þá það hægt að fara þangað og það líka hægt að borga fyrir tjaldsvæðið. Mér langar að biðja fólk að hérna, þegar þið farið með tjöldinu ykkar að færa bílana strax af og vera ekki að keyra inn á tjaldsvæðunum. Bara, hjálpum hvort annað virða, það eru krakkar að hlaupa og það er bara svo mikið. Það er svo þröngt á tjaldsvæðunum og svona. Og hafa hunda, ef þið eru með hunda, bara hafa þá í taumi, það getur verið einhverjir sem eru hræddir við dýr, hræddir við hunda og bara svona virða þær reglur og þeir eru því miður ekki leyfðir í örkinni. Þannig að við bara vera með þá úti, leyfa með að hlaupa, þið eru að hlaupa með þá. Gæsla 24/7 og það gæslu númer, símanúmer hérna á dagskráni. Þannig að bara endilega ef það eitthvað þá getið alltaf hringt. Og svo bara matur, bara njótið þess að borða góðan mat í sjoppunni og í búlunni. Það bara matselarinn út allt og dásamlegur matur í boði og bara hvet ykkur. Og ef það þarf að rýma örkin af einhverja ástæðu þá svona safnsvæði hérna á milli arkarinnar og skálans. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra í bili, fór fram með tíman, en það allt í lagi. Bara eru upplýsingar komnar á skjáin, ég tók ekki eftir. Kom það ekki? Nei. Það má setja bara upplýsingar og baukar með ganga og það eru pósar, það ekki hérna aftast sem að má. Bara Drottinn bless ykkur. Amen. Merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men.
for. Almighty infinite Father, faithfully loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Skulum lofa Guð saman. Ef við viljum standa upp, rétti upp hendur og rétti upp hendur. Við erum hérna saman fyrir Jesú. I could sing your name for all my life and still find more to love each time. Jesus, be the name ever on my lips. It's sweeter every time that I call on it. There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, you're worthy. You have been the friend who never left. I won't forget your faithfulness. Jesus, be the name ever on my lips. It's sweeter every time that I call on it. There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, you're worthy. Jesus, your name is like the morning light, the one that darkness can't deny, the resurrection and the life. Jesus, Jesus, your name can save, your name can heal, your name can make the storm be still. You never fail, you never will. Jesus, Jesus, the bread of life broken for us, the wounded and
gets all the glory. Jesus, your name is like the morning light, the one the darkness can't deny, the resurrection and the life. Jesus, Jesus, your name can save, your name can heal, your name can make the storm be still. You never fail, you never will. Jesus, Jesus, the bread of life broken for us, the wounded and the worthy ones, the first and last and soon to come. Jesus, Jesus, the King who overwhelmed the grave, the Lord who will forever reign, the name above all other names. Jesus, there's healing in your name, there's healing in your name, there's healing in your name. It makes me cry holy. There's freedom in your name, there's freedom in your name, there's freedom in your name. It makes me cry holy. Salvation in your name, salvation in your name, salvation in your name. It makes me cry holy. Jesus be the name, Jesus be the name, Jesus be the name that gets all the glory. For my waking breath, for my daily bread, I depend on you, I depend on you, for the sun to rise, for my sleep at night. I depend on you, I depend on you. You're the way, the truth, and the life. You're the well that never runs dry. I'm the branch and you are the vine. Draw me close and teach me to abide. Where the Spirit leads, as I'm following, I depend on you. Yes, I depend on you for the victories
Yes, I enter rest. I depend on you. Yes, I depend on you for eternal life, to be raised with Christ. I depend on you. Yes, I depend on you. Oh, you're the way, the truth, and the life. You're the well that never runs dry. I'm the branch and you are the vine. Draw me close and teach me to abide. Be my strength, my song in the night. Be my all, my treasure, my prize. I am yours, forever you're mine. Draw me close and teach me to abide. Won't you teach me to abide? I depend on you. 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 So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah. Góða kvöldið. Þetta samt ekki alveg kvennasamkoma. Guðni kom inn og skipti mikrofón. Fór allt í að taka, það eru bara konur á sviðinu. Það líka dásamlegt. En ég tek undir orð Jóhannu, velkomin á Kotmót. Það alltaf yndislegt að vera komin á Kotmót og ég alltaf svo eftirvæntingafull fyrir því sem að Guð ætlar að gera. Og ég, samferðamaður minn á Kotmót, hann sagði í bílnum, ég svo spenntur fullur eftirvæntingar að ég trúi þetta verður magnað. Og segjum við ekki amen við því? Amen. Frábært að vera komin hingað austur. En áður en að ég flyt orðið, það langar mig svo að sýna ykkur myndband. Það var þannig að ég var á GLS ráðstefnu í nóvember í fyrra og þar var sýnt mjög magna myndband sem ég langar svo að deila með ykkur vegna þess að það talar dálítið inn í það sem ég ætla að segja hér í kvöld. Það sem mér fannst svo frábært við þetta myndband að því að GLS sem að verður núna í nóvember, ég ætla að nota tækifæri, 7. nóvember verður í Reykjavík.
GL-ráðstefnan á þessu ári. En þetta myndband var sýnt í fyrra og mér fannst svo frábært að því þetta svona leiðtogaráðstefna, viðskiptatengt, það öllum boðið á þessa ráðstefnu, viðsverum allan heim og því ég horfði á þetta myndband og ég segi, vá, Breif, flott hjá þeim að sýna svona myndband. Gerið svo vel ef við fáum það núna á skjáin. The church. Not a building with stained glass, not a brand, not a broadcast, but people. People like you, like me. She's a mystery, felt more than explained. She stumbled through centuries of beauty and brokenness, of healing hands and heavy harm. She's been used and misused, called holy while hiding hurt, preaching love behind closed doors, grace with conditions, and yes, people have done terrible things in her name. She's bent under the weight of scandal and danced in the joy of second chances. She holds both funeral and feast, weeps for what was lost and cheers for what is born. She is not a monument, she is a movement, not flawless but faithful. Though bruised, she's bold, though limping, she leads. She's been glorious, she's been a mess, and yes, she's been both at once. She's fed the hungry from back doors and sung hymns in battlefields. She's the prayer at the sickbed, the praise on the mountain tops. She's the mentor who stayed, the stranger who called you family, the hand in the hallway, the meal on your doorstep. She's the whisper of hope for the anxious, the voice of purpose for the searching, the quiet resistance of mercy in a loud, angry world. She's not perfect, but she prevails. She's weathered wars, governments, scandals, storms. Because when the church is working, really working, she's a glimpse of what could be, what should be. A movement born of mercy, sent to stir the world awake. She's not the hope of the world, but she carries it in cracked hands with a stubborn heart. Not born from man's invention, but God's beloved, meant to carry hope, to be light in dark places, grace in human skin. She stands, not because we held her up, but because he said, I will build my church. She is his body, his bride, bruised but breathing, flawed but chosen. When one part breaks, another rebuilds. When silenced in one nation, she sings in another. Through grief and gratitude, she stands. Through scandal and song, she stands, not because we never failed her, but because he never let her go. She is the church, broken and beautiful, battered and blooming, staggered but still surging, not perfect but present, not loud but real. She welcomes both prodigal and priest, walks with the wounded, stands with the persecuted, not the gatekeepers of heaven, but its messengers, not the audience to grace, but its evidence. May the church rise, not with clenched fists, but with open hands. Not to claim power, but to carry presence. To walk where it hurts, to build where it's broken, to speak life where silence has lingered too long. May she rise, called,
consecrated, courageous, bearing the name and the love of the one who still calls her his bride, his beloved, and says, "This is my body, given for you." Amen. Þakka þér drottin að það þú sem að byggðir kirkjuna. Þakka þér heilagi Faðir að þú ert sá sem að stendur á bak við kirkjuna og við erum kirkjan. Þakka þér drottin að þú ert sá sem að fórnar þér og gafst þig fyrir okkur, fyrir kirkju þína drottin. Og mætti þessi dagar vera þannig að við myndum rísa upp, öflur en nokkru sinnum fyrr, og við verðum notuð að þér drottin minn. Þakka þér fyrir það Jesús minn að ég er kirkjan, þeir sem eru hér eru kirkjan. Þakka þér drottin minn að þú hefur gefið kirkjuna fyrir heiminn. Þakka þér Jesús minn að það er þú sem að hefur gefið kirkjun þetta líf drottin minn. Þó við höfum oft verið kannski brotin eða liggjandi, þá er þetta samt stofnun sem að þú stofnaðir og reistir. Og ég lofa þig fyrir það í Jesú nafni. Amen. Amen. Fannst ykkur þetta ekki flott myndband? Yndislegt. Mér fannst þetta snart mér svo þegar ég sá þetta. En það voru líka brúðkaup í sumar. Mér var svo margir af trúsískinum okkar sem að giftu sig og ábyggilega fleiri brúðkaup sem að ég vissi ekki af. Ég sá reyndar eitt bara daginn á Facebook og sjáu þetta fallega fólk sem að gifti sig í sumar. Dásaleg, gefum þeim gott klapp. Fallegt fólk og ég vona svo sannarlega að það hef engin brúður hugsað, ég vona hann mæti nú ekkert. Getum við ekki frestað þessu nokkur ár. Ég hugsa ekki vegna þess að þegar að kemur á brúðkaupi þá undirbýr brúðurinn sig. Hún er eftirvæntingafull, hún er spennt. Hún getur ekki beðið eftir þessum degi. Hann hlakkar til og það er þessi eftirvænting því að þessi brúðgumi sem hún elskar, að þá verður eftirvæntingin svo mikil og hún eykst því nær sem að kemur á þessum degi sem að brúðkaupsdagurinn sjálfur á sér stað. En það er falleg lýsing á Biblíunni þar sem að Jesús er kallaður brúðguminn. Kirkjan er kölluð brúðurinn eins og við sáum hér í myndbandinu og það verður svona þema sem ég langar að nefna hér í kvöld, að koma þess líka inn á endurkomu Jesú. Eru þið tilbúin? Því að frá fyrstum bókum Gamla testamentisins og alveg fram að síðasta kafla Biblíunnar þá er rauður þráður í gegnum Biblíuna þar sem er fjallað endurkomu Jesú. Og það er þessi loforð sem koma aftur og aftur og aftur. Og konungurinn kemur, brúðguminn kemur. Og það er svo merkilegt þegar maður fer að skoða þetta að það eru 260 kaflar í Nýja testamentinu og það eru 300 tilvísanir endurkomu Jesú Krist. Og þetta er alveg rosalega mikið. Þar sem við fjallaðum endurkomuna, komu hans í dýrð, dag drottins, opinberun Krist, birtingu hans, komu mannssonarins, upprisu og endanlegan dóm. Þannig að meðaltali er rúmlega 1 tilvísun á hvern kafla. Og endurkoman er þá hún kemur inn á hjá öllum þessum höfundum Nýja testamentisins. Þá er verið að fjalla endurkomu Jesú Krist. Og allir þessir höfundar þeir nefna og tala og þessa miklu von og þessa eftirvæntingu sem fylgir því að bíða eftir endurkomu Jesú Krist. Samkvæmt þessu, þegar við skoðum þetta svona, þá er þetta ekki jaðarboðskapur Biblíunnar. Þá er þetta boðskapur sem við ættum að tala og fjalla í eftirvæntingu og í þessari von að Jesú komi aftur. Einhver hluta vegna þá hefur þessi boðskapur dálítið svona kannski legið niðri og við höfum oft rætt þetta að við tölum, akkur tölum við ekki meira endurkomuna. Þá fáum við svo oft þessar sögur, þegar maður var að alast upp þá var maður alltaf hálf hræddur og maður fyrir að heyra alls konar sögur. Ég heyrði það einni vinkonu minni sem kom heim og ryksugan var í gangi, Jesú komin, ég var skilin eftir.
kannist ekki við þetta. Það var svona kannski verið að pínu að ala á einhverjum ótta staðan fyrir að tala vonin að Jesú Kristur sé að koma aftur. Svo heyrði ég einni konu sem að hugsaði með sér, ef að ég tala þetta nógu hratt, þá nægi ég þessu rétt áður en að kemur. Elsku Jesú, viltu virkja mér alls sem ég er svona ramin, þá er ég tilbúin að fara. Og þið hafi heyrt þessar setningar og þið hafi heyrt þetta það er svo spennandi að lifa og ég með langar að giftast og með langar að eignast börn og fólk svona hefur dálítið farið að skoða þetta öðruvísi heldur en upphaflega sem að Guð ætla okkur að hugsa og ekki þessi hugsun hversu lítið geti gert en komið samt til himna en þessi boðskapur hvernig geti ég heiðrað þann sem að gaf líf sitt og það er gott að staldra við þetta hvernig get ég heiðrað þann sem að gaf sitt líf fyrir mig. Og Biblían sem er innblási Guðs orð, Guð valdi þennan texta og þennan rauða þráð í gegnum alla Biblíuna að Jesú komi aftur. Og maður hugsa með sér, ef að Guð valdi að tala þetta á 12. öld, á 13. öld og gegnum allar aldirnar, þennan mikla boðskap, hversu miklu fremur þurfum við ekki að heyra hana boðskap í dag endurkomi Jesú Kristu og Jesú sé að koma aftur og hann mun koma aftur. Og það virðist vera, ég er svona verið að skoða þetta vegna þess að byrja á því að ég hef reyndar alltaf verið mjög spennt fyrir endurkominu og finnst þetta, mér hlakkar til að Jesú komi aftur og ég þrái endurkomi Jesú Krist. En meðan ég er hér þá þrái ég að lifa fyrir hann og fylgja honum og það var bók sem að kom út í vetur sem að ég beið mjög spennt eftir John Beveridge, hann er sá sem að til dæmis skrifaði Tálbeita Satans og þessi bók það var erfitt að fá hana, það var greinilega setið dálítið hana. Og það kemur fram í þessari bók, hann vittar í það, að hversu miklu fremur þurfi ekki að heyra hana boðskap í dag eins og að hann þurfti að hljóma gegnum allar aldirnar. Hugsið ykkur að lærisveinarnir, frumkristnin, hún þráði og talaði endurkomuna. Og þannig hefur það verið gegnum allar aldirnar. Og ekki bara til þess að vita endilega hvenær Jesú kemur og ætla að fara að tímasetja þetta og svona útreikna þetta vegna þess að það var líka sem að fólk svona uppliði margir sögðu það tekur ekki að fara í nám, Jesú fyrir að koma og það tekur ekki að gera þetta því Jesú er alveg að koma og kannski þess að fólk, við erum ekki að tala þetta því að það er svo margir sem hafa reynt að algjörlega dagsetja endurkomi Jesú Krist. En það sem við þurfum að gera, við þurfum að vera upptekin að því og vera í þessari sælu von að Jesú komi aftur. Og vegna þess að gegnum aldirnar þá hefur þessi boðskapur hljómað að hann mun aftur koma í dýrð og dæma lifendur og dauða. Og þetta er boðskapur sem hefur hljómað í gegnum aldirnar. Hann mun aftur koma í dýrð og dæma lifendur og dauða. Kirkjan, hún bíður nefnilega ekki eftir atburði, heldur eftir lausnara, konungi sínum. Kirkjan bíður eftir brúðguma sínum. Og þess vegna játum við þetta, hann mun koma aftur í dýrð, dæma lifendur og dauða. Og þetta hefur alltaf verið þessi stæðsta von í kristninni, þessi von að Jesú komi aftur. Það er nefnilega ekki gott endilega að festast á dagsetningum. Jesú biður okkur að lesa í tákn tímans, en samt með augun föst á honum sjálfum. Í Mattheusar Guðspjalli 24. kafla og versi 32 stendur, taki lærdóm af fíkitrénu, þegar greinar þess verða mjúkar og laufgast, vitið þið að sumarið er í nánd. Eins skuluð þið vita þegar þið sjáuð allt þetta, að hann er í nánd fyrir dyrum. Jesú notar hér mynd sem allir skilja. Þegar fíkitré fer að laufgast, vitum við að sumarið er í nánd. Laufblöðin segja okkur hvaða árstíð er, ekkert endilega dagsetninguna, laufblöðin sína okkur að árstíðina fara að breytast. Og á sama hátt þá notar Jesú líka myndina fæðingarhríðinni. Konan sem er komin í
í fæðingu, hún finnur hríðarnar, hún veit ekki nákvæmlega hvenær barnið kemur, hún finnur samt að það komið að þessu. Og þannig tala Biblían skoðum tíman og skoðum umhverfið og sjáum táknin án þess að vita alveg dagsetningarnar, en þá líka gott fyrir okkur að vita það að endurkoma Jesú, hún fyrir dyrum og hún nálgast. Og Drottinn hann talar opinskátt alvöru endurkomunar. Hann talar bæði dóm og ábyrgð og jafnframt svo von og huggun að við tilheyrum Jesú Kristi. Og fyrir lærisveinana þá var endurkoman ekki viðvörun heldur dýrmætt loforð. Loforðum að brúðkaupin kemur aftur, konungurinn minn kemur aftur og Drottinn, brúðguminn mun koma aftur eftir brúði sinni og brúðurinn kirkjan, brúðurinn við. Og Páll lýsir endurkomu sinni sem hinni sælu von fyrir þann sem að elskar Drottinn, þá endurkoman ekki endilega einhver framtíðar viðburður heldur þessi sæla von. Og í Títus 2. kafla stendur að hinn mikli Guð, frelsari vor Jesú Kristur, opinberast í dýrsinni, sælu vonar. Þetta sælu vonar að Jesú komi aftur. Og þessi von, hún mótaði líf lærisveinar, þetta var drifkraftur lærisveinar, þetta var drifkraftur frumkirkjunar að Jesú kæmi aftur, að brúðkomin kæmi eftir brúði sinni. Þannig að það skiptir svo miklu máli að við séum vakandi og við séum eftirvæntingafull, lifa þannig, Biblían segir að við erum að vara vakandi, við erum að vaka þannig að við gætum átt vona að brúðkomin myndi koma aftur á morgun. Í Biblíun falleg dæmisaga þar sem að tekin þessi mynd af 10 meyjum og mér langar að lesa í Mattheusar Guðspjalli 25. kafla. Þar segir Jesú merkilega dæmisögu af 10 meyjum sem að biðu eftir brúðkoma sínum og þessi saga hún stendur ekki ein og sér vegna þess að í Mattheus 24 og 25 þá talað þessa enda tíma og það svona ein frásagan að fætur annari sem að tekur við og mér langar að lesa hérna frá 1. versi, en Jesús segir, en sagði Jesú, þá líkt himnaríki og 10 meyjar sem fóru til móts við brúðkumann með lampa sína. 5 þeirra voru fávísar en 5 hygnar. Þær fávísu tóku lampa sína en höfðu ekki olíu með sér, en hina hygnu tóku olíu með á könnum ásamt lömpum sínum. Nú dvaldist brúðkumannum og urðu þær allar syfjaðar og sofnuðu. Miðnætti kvaðu próp. Brúðkomin kemur, farið til móts við hann. Þá vöknuðu meyjarnar allar og tóku til lampa sína, en þær fávísu sögðu við þær hygnu, gef oss af olíuðar, það að slökkna á lömpum vorum. Þær hygnu svörðu, nei, hún nægir ekki aldrei handa öllum. Farið heldur til kaupmanna og kaupið handa yður. Meðan þær voru að kaupa kom brúðkaupin og þær sem voru viðbúnar gengu með honum inn til brúðkaupsins og dyrum var lokað. Seinna komu hina meyjarnar og sögðu, Herra, Herra, ljúk upp fyrir oss. En hann svaraði, sannarlega, sannarlega, segi ég yður, ég þekki ykkur ekki. Og svo kemur þetta, vakið því þér vitið ekki daginn stundina. Brúðkomin Kristur og kallið kemur, brúðkomin komin. Og dæmisagan fólki sem var í rauninni bara bíðans, það beið brúðgumans, en þegar kallið kom og þá var fólk ekki tilbúið. Þetta áttu þær sameiginlegt, allar höfðar lampa ekki satt, allar biðu þær eftir brúðgumanum, en þegar brúðgumin dróst á langinn, þegar þetta bara biðin var að þá sofnuðu þær. Og allar ætluðu þær að fara til móts við brúðgumann. Og þannig Jesú ekki að bera saman trúaða og ótrúaða, þannig þetta trúaðir einstaklingar sem voru að bíða brúðgumanns. Hann að tala fólk sem að telur sig vera að bíða brúðgumanns, bíða Krists. Og svo kemur þetta kall. Brúðkomin kemur.
Og þá allt í einu, þá það olían sem skiptir mestu máli. Þá það olían sem skiptir mestu máli. Ekki það að hafa verið að bíða eða hafa verið brúðurinn heldur, þannig það olían sem skiptir máli. Og hvað getur olían táknað? Getur hún táknað átt þú sjálfur samband við Guð? Hei, lánaði mér olíu. Brúðguminn að koma en það fá svarið nei. Þetta að lána samband sitt við Guð? Nei, það ekki að lána samband sitt við Guð og við getum heldur ekki lánað trú okkar. Við þurfum öll að eiga þetta samfélag og þetta samband við Guð. Og af hverju vildu þær ekki deila? Af hverju vildu þær ekki deila olíunni? Við getum ekki deilt sambandi okkar við Guð. Hvert og eitt okkar verðum að taka þessa dæmisögu og taka þessari frásögn eins og hún Í gyðinglegri brúðkaupshefð að þá það þannig að brúðurinn, hún undirbýr sig undir brúðkaupið en brúðguminn fer og undirbýr framtíðina. Og Jesús sagði, þegar ég farin burt, hef búið stað, þá kem ég aftur, tekuðu til mín, svo þér séuð einnig þar sem að ég Og þessi yndislega tákmynd eins og í gyðinglegri brúðkaupshefð, að þá Jesú að segja eins. Þegar hann kvaddi lærisveina sína, þá segði hann, ég fer og ég mun búa ykkur stað. Og hann býr okkur stað, við erum kirkjan, við erum undir þessu sama. Og meðan eigum við að undirbúa okkur, meðan eigum við að vera tilbúin, meðan eigum við að vera vakandi, þegar kalli kemur, brúðkaupin kemur og mætti Drottinn gefa okkur náð að það sé olía á lömpum okkar. Myndin sem að Jesú notar mjög skýr. Hann brúðkaupinn sem lofar að koma aftur eftir brúði sinni. Biblían segir Biblían segir að Jesú hafi komið í fyrsta sinn, það lofar rættist. Á saman hátt segir Biblían að hann muni koma aftur. Ef að Guð stóð við fyrra loforðið, þá muni svo sannarlega líka standa við hið síðara. Og aðdragandan að þessari ræðu, að ég var að tala í Fíladelfíu fyrir nokkrum vikum og Guð hafði lagt á hjarta mitt, trúi ég, að tala sálmana og ég vissi af þessari samkomu og ég fann að ég gat ekki einhvern veginn ákveði hvað ég ætti að tala hér í kvöld og ég sagði, ég klára samkomun á sunnudaginn og þá hlýtur Guð að gefa mér orð það hvað ég að tala hér í kvöld. Svo því ég var búin að tala niður í Fíladelfíu og settist bara í sæti eftir ræðuna, þá kom bara þessi setning. Ef ég vissi að Jesú kæmi eftir 5 ár, hvernig myndi ég lifa daginn í dag? Ég bara, wow. Ætli þetta sé eitthvað sem ég á að tala og mér langar að bara skilja þessa setningu hérna eftir. Ef ég vissi að Jesú kæmi eftir 5 ár, hvernig myndi ég lifa daginn í dag? Yfirskriftan af þessari helgi mótun og ég trúi því að við getum velt þessu orði fyrir okkur á svo margan hátt vegna þess að við sem kirkjakris, við erum kölluð til þess að vera lærisveinar, við erum kölluð til þess að vera útrétt hönd. Það kom fram í myndbandinu sem við sáum áðan kirkjuna, brúðina, brúðaklæðin, munið í endanum var sagt að megi og rísa, kölluð, helguð, hugrök og bera nafn og kærleika þess sem kallar hana brúði sína, sem að elskar og segir, þetta líka með minn sem fyrir yður gefin. Við eigum að vera hugrök, við eigum að vera djörf og við eigum að móta samferðafólkið okkar í kirkjunni. Og þó að þið haldið ég sé rúmlega 20 og þá fyrir ég detti í það að vera eldri kynslóðin. Ég ber ábyrgð að tala til þeirra og hjálpa þeim sem eru nýjir á trúargöngunni. Og þannig við kölluð til þess að bera byrða hvors annars, talinni lík hvors annars, notar þær náðar gáfur sem að Drottinn hefur gefið okkur. Það kirkjan. Að við séum heilug, við séum kölluð til þess að vera hugrök, með að við erum að bíða eftir brúðkaupunum, þá við elska fólk, við elska Guð, við elska náungan og við að vera þessi útrétt hönd, við að vera biðjandi fólk. Og við að vera eins og Biblían segir, verið vakandi eins og Drottinn kæmi á morgun.
Og það svo magnað að því að þegar maður fer að skoða þetta hvað þetta mikill rauður þráður í Biblíunni, kannski eru margir að heyra þennan boðskap í fyrsta skipti. Já, Drottinn brúðkaupin og við erum brúðirinn, hann kemur og sækir brúði sína, kemur og sækir kirkju sína. Og síðasta bók Biblíunnar, Opinberunarbókin, hún endar líka á brúðkaupi. Hún segir, gleðjumst og fögnum og vegsum hann því að komið að brúðkaupi lamsins og brúðir hans hefur búið sig. Amen. Og Drottinn segir, já, ég kem skjótt. Og hvað segir kirkjan? Amen, kom þú Drottinn Jesú. Og mætti hjarta okkar vera þannig að við getum sagt, amen, kom þú Drottinn Jesús. Kom þú Drottinn Jesús. Og mætti Drottinn sita þessa voni hjarta okkar, þessa eftirvæntingu að við eigum eilífina himnum. Við eigum, hann hefur farið, hann hefur búið okkur stað, svo kemur hann og sækir brúði sína. Hver vill vera með? Hver vill vera með? Amen, kom þú Drottinn Jesús. Og mættu við nota þessa helgi til þess að Drottinn megi bara gera okkur hugrökk. Gefa okkur eftirvæntingar full og við séum sælu vonar yfir því sem að framundan og það sem að bíður okkar. Öll fyrirheiti Drottins, þau rætast. Og þegar Drottinn nefnir þetta bara í Nýja testamentinu að það séu 300 tilvitnanir þetta málefni, þá ástæði fyrir okkur til þess að vera vakandi og biðjandi og Drottinn, hvað ertu að segja okkur? Á hvaða tímum erum við að lifa núna? Hvar erum við í sögunni? Og mætti Drottinn sita okkur í sína sögu og við fáum að vera þáttakandur í henni. Í Jesú nafni. Ef við ekki að rísa á fætur og fáum þess að dásamlegu lofgjörð af þessum yndislegu trúsystem okkar sem að voru að syngja hér og við ætlum að bjóða fram til fyrirbænar. Og þið tóku nú eftir því að þið kannski hélduðu öllum peningunum á þann en baukarnir fóru ekki salin. Það verður á morgun. Þið fáu tækifæri til þess að taka þátt í starfinu hér. En mér langar að enda á bæn og hvetja ykkur til þess að bara byrja fyrsta kvöldið, koma fram til fyrirbænar eða þið þurfið á fyrirbæna að halda. Stundum líka bara gott að koma svo sætarönum að fá að vera frammi í lofgjörðinu og bara fá að leita Drottins og vera með þessa eftirvæntingu að Drottinn, hvernig ætlar þú að tala inn í mitt líf og mína kringustæður á þessu móti. Amen, yndislegt að vera með ykkur. Heilagi Faðir, ég þakka þér fyrir náð og miskunn þína Drottinn. Þakka þér heilagi Faðir að við erum börnin þín Drottinn, við erum kirkjan. Þakka þér Jesús minn að við erum, eins og talar í Biblíunni, að við erum brúði þín Drottinn og þú ert brúðkaupin og þú kemur og sækir fólkið þitt Jesús. Gefðu okkur bara náð að vera vakandi. Hjálpa okkur Drottinn til þess að sé olía á lömpum okkar. Hjálpa okkur Drottinn að sambandið okkar við þig gott. Það heilbrigt, það rétt, við erum rétt gagnvart þér. Það olía í líf okkar, það læki lifandi vatn streymaði gegnum líf okkar. Drottinn, hjálpa okkur að taka afstöðu með þér, Drottinn. Kend okkur á þessum tímum þegar við skoðum þessi ritningavess, þessi fyrirheitum að þú komir aftur. Hjálpa okkur bara fyrst og fremst að setja fókusin á þig. Að við horfum á þig, Drottinn, og við væntum þín. Sælu vonar að þú komir aftur, Drottinn. Ó, þakka þér fyrir að við mögum gleðjast og fagna yfir því, Drottinn minn, að við fáum að tilheyra þér, Drottinn. Hjálpa okkur líka til þess að gera köllun og útvalningu okkar vissa. Að við kjósum í dag og við veljum í dag hverju við viljum þjóna og hverju við viljum fylgja. Og líka bara sama hvað það mun kosta okkur. Að taka þessa afstöðu, Drottinn. Að fylgja þér, Jesús minn. Setja augun okkar á þér, Drottinn. Og við fáum að tilheyra brúðinni, Jesús. Að við fáum að tilheyra því að við erum hugrekk, við erum djörf, við elskum fólk, við elskum þig, Drottinn. Að við fáum að vera þáttangandur í líkama Krists í Jesú nafni. Þakka þér, Drottinn, fyrir alla þá sem eru hér inni í dag, Drottinn. Þakka þér fyrir alla þá sem munu koma inn á mót þessa daga, Drottinn. Þakka þér fyrir þá sem ætla að koma hérna og eyða einni dagstund, Drottinn. Ég bið þess að hver og einn komi hérna inn, Drottinn,
og fá að upplifa nærveru þína, Jesús minn. Hjálpa okkur að biðja þannig fyrir þessum dögum að hver einasti maður sem að kemur inn á þetta svæði, hann megi fá að upplifa það að þú ert frelsari, þú ert lausnari, þú ert læknir, þú ert brúðguminn okkar, þú ert konungurinn okkar. Mætti konungurinn koma, mætti hann koma þessa dag og mæta okkur, Drottin. Mæta sér hver þörf sem í lífi okkar, Drottin. Gefðu líka hverjum að einum hugrekki til þess að fylgja þér heilsugar, Drottin. Vera með þér alla eilíf, Drottin. Það hlutskipti okkar að fá að dvelja með þér alla eilíf. Þakka þér, Jesús. Þakka þér, Drottin, að við fáum að tilheyra þér, Jesús minn. Og ég hveti ykkur bara til þess að lyfta upp höndum ykkar. Talið þið til Drottin og biðjið til hans. Gefið honum það sem í hjarta ykkar, Drottin. Og við biðjum saman og við segjum í Jesú nafni: kom þú, Drottin Jesú. Mætti kirkjan segja: kom þú, Drottin Jesús. Þakka þér fyrir það, Jesús minn, að þú hefur lofað þess að þú muni koma aftur. Og kirkjan segir: kom þú, Drottin Jesús. Heilagi Faðir, Drottin. Við viljum bara fá að lyfta upp nafninu þínu, Drottin. Við viljum fá að heiðra þig hér í kvöld, Drottin. Við viljum þakka þér, Jesús minn, að þú tókst fyrir syndir okkar. Þakka þér fyrir að þú tókst afbrot okkar. Þú tókst sorg okkar, Jesús. Þakka þér fyrir það, Drottin minn, það sem að hvílir á okkur hér í kvöld, Drottin. Megum við koma með fram fyrir þig og við fáum að gleðjast hér saman, Drottin. Við fáum að þakka þér fyrir lífsbjörgina, Drottin. Þakka þér fyrir það, Jesús minn, að þú hefur sett líf okkar á klettin. Þú ert kletturinn í líf okkar og við getum þakka fyrir það hér í kvöld, Drottin, að þú ert lífsbjörgin okkar, Jesús. Þakka þér, Drottin. Þakka þér fyrir að við fáum að sjá þessi kraftaverk, Drottin. Þegar þeir sem eru bóknir, Drottin, þeir sem eru með uppgjöfina, Drottin, fá endurreisnin í lífsitt, Drottin minn. Við fáum að horfa á allt í kringum okkur og við segjum bara: takk, Jesús. Takk, heilagi Faðir, Drottin. Þakka þér, þakka þér, þakka þér, Jesús. Við viljum fá að lofa þig hér í kvöld, Drottin. Við fáum að lofa þig næstu daga, Drottin, og alla eilíf, Jesús. Við viljum bara fá upphefja nafnið þitt, Drottin minn. Og ég biði, Jesús minn, að þú megir snerta við hverjum einum hér í kvöld, Drottin, með krafti þínum, Jesús. Viltu lækna þá sem eru sjúki, Drottin. Viltu hugga þá sem eru sorgmætir, Drottin. Þakka þér fyrir það, Jesús minn, að þú ert friðurinn okkar. Þú ert gleðin okkar, Jesús. Þakka þér, Drottin. Ég vil bara lofa og vegsama nafnið þitt. Þakka þér, þakka þér, þakka þér, Jesús. Þakka þér, Drottin. Þakka þér, Jesús, að þú kemur aftur, Drottin. Þakka þér fyrir að þú sækir brúðið þína, Drottin. Þakka þér fyrir þessa sælu von. Þakka þér, Jesús. Halleluja, Drottin. Halleluja, halleluja, Jesús. Halleluja, Drottin. Og fyrir þann sem ekki vissum að hann tilheyrir Jesú, að þá er þetta svo auðvelt. Ef þú játar með munninum og trúum í hjartanu að Jesús er Drottin, þá myndu hólpin verða. Hugsið ykkur hvað þetta er einfalt. En það er stórt að hafa Jesús sem Drottin í lífi sínu. Ef þú trúir í hjartanu og játar með munni þínum að Jesú er Drottin, þá myndu hólpin verða. Og mér langar svona áður ég stíg niður og við tökum lofgjörðina að ég fari hérna með stutta frelsisbæn og þið getið látið hana óma í huga okkur og hjarta og fari með hana og þá tilheyrir Jesú Kristi. Svona auðvelt er þetta. Amen. Elsku Jesú minn, ég þakka þér að þú tókst synd mín á þig og viltu fyrirgefa mér afbrot mín og viltu fylla hjarta mitt af heilugum anda. Og ég vil bjóða Jesú inn í hjarta mitt, inn í líf mitt og alla veru mína. Í Jesú nafni, amen. Amen. Takk fyrir.
að ég fá að fylgja þér. Allt ég gef þér, allt ég gef þér, já ég gef þér hverja þrá mína ást, lyfti öllu upp til þín, gef þér allt, gef þér allt, gef þér allt, gef þér allt. Elsku Faðir, nú ég meðtek þína náð, ég nálgast þaulið þitt, ég legg fram hjarta mitt, Drottinn Jesús, ég ekkert án þín ég bið þú gefir mér að ég fá að fylgja þér. Allt ég gef þér, allt ég gef þér, já ég gef þér hverja þrá mína ást, lyfti öllu upp til þín, gef þér allt, 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 gef þér Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender, this is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever
Shake up the ground for my tradition, break down the walls for my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground for my tradition, break down the walls for my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground for my tradition, break down the walls for my religion. Your way is better, your way is better, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. grace.
great and greatly to be praised. Your name is great and greatly to be praised. Your name is great and greatly to be praised. Your name is great and greatly to be praised. Adonai, Elohim, the great I am, lives in me. El Shaddai, you are Prince of Peace, Emmanuel, here with me. Your name is great and greatly to be praised. Your name is great and greatly to be praised. Hvort heldur ég vermist af hamingju sól eða armanna tæmi ég skál? Hjá þér, ó minn Guð, finn ég gleði og skjól. Ó, hve
Spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the winds of your love, we feel the rains of your Spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. Let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven. Feel the rains of your love, feel the wind of your Spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. Feel the rains of your love, feel the wind of your Spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. Gather round, gather round. Opnaðu flóðgáttir himna. Gefðu round, gefðu 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 round. Opnaðu
er ennþá hægt að koma að fá fyrirbæn. Við erum bara að þakka þeim sem hafa verið að horfa heima og að vera með okkur og bara Guðs blessun í líf ykkar og bara haldið áfram að vera með okkur heima helgina. En já, bara formlega ljúkum þessari stund. Takk fyrir.